Þetta er Ford Explorer árgerð 2020. Þetta er plug-in hybrid. Þið sjáum honum er stungið hérna í samband. Í þessum bíl er 13,6 kWh rafhlaða og hún á að taka cirka 48 km meðalakstur. Við höfum alveg tekið eftir því með þennan bíl, við höfum verið að keyra hann hérna núna, að við erum að tala svona kannski 25, kannski 30 km sem að rafhlaðan er að duga hérna eins og við höfum verið að keyra hann. Bíllinn, hann er hvorki meira niður minna en 457 hestar, þar af 357 hestöfl sem að bensínmótorinn gefur og svo er hann með 100 hestafla rafmótor. Hérna megin settum við bensínið og hann tekur hvorki meira niður minna en 68 lítra af bensíni, þessi bíl, og á bæði rafhlöðunni og bensíninu þá erum við að fara svona cirka 600 km á þessum geggjaða Ford Explorer. Og ég get sagt ykkur það að tölvan í bílnum, hún segir cirka 8,1, 8,2 í meðalnotkun eins og við höfum verið að keyra bílnum. Við höfum verið að leika okkur á bílnum, við höfum verið að keyra hann alveg svo okkur langa til. Við höfum verið að keyra hann í sportstillingu þar sem við erum að eyða langmestu eldsneytinu með því að vera að gefa honum inn og þannig er bara bílinn geggjaður. Það er alveg meiri háttar að aka þessum bíl og þessi bíl, hann er 5 metrar og 5 centimetrar á lengd. Þetta er langur jeppi og hann er 2 metrar á breidd fyrir utan speglana, en þeir eru ykkur í 30 centimetrar og hæðin á honum er 1,77 og þannig að þetta er örlítið stærri bíl heldur en fyrri bílar og hann er með 7 sæti, það geta 7 manns setið í honum leikandi og það er alveg hellingur af plássi. Já, þeir eru grínistar hana, gæjarnir sem eru með mér í þessu. Ég var náttúrulega að fara inn til þess að aðeins að undirbúa tökuna og lokuðum við bara inn í skottinu. En það er alveg nógu stórt fyrir mig og fleiri þarna ef að þið eru að skipta. Nú, hérna inni er alveg gríðarlega öflugt pláss, þið sjáið það. Og hér höfum við fítus til þess að lyfta upp sætunum, þessum litlu sætum hérna aukalega. Og svo gerir maður bara svona til þess að gera þetta ready. Þið sjáu að það er alveg fullt af alls konar litlum svona flottum aukahlutum hérna eins og það er geymslupláss hérna undir og það eru lítil hólf hér sem er hægt að nýta og hér 12 volta tengi fyrir beautyboxið eða þú veist þarna ef maður er með eitthvað nesti í ferðalagið eitthvað svoleiðis. Og já, það er þetta að taka höfuðpúðana niður, já líka svona, já, sniðugt. Já, þetta er alveg merkjað. Hátalari hérna fyrir músíkina og síðan bara logo í skottinu hér. Allt sem þarf. Það er engin hætta á því að það fari illumann hérna aftur í. Stórar og þægilegar hurðir sem opnast vel. Hér er mjög gott pláss fyrir fæturnar. Sætið er mjög aftalega hérna. Ég kem fótunum hérna vel undir. Ég get halla sætinu hérna. Þannig að það fer mjög vel mig hérna á lengri ferðum til dæmis. Og þið sjáu það. Það er þetta að færa það svona upp og niður. Svo er það líka á sleða. Þannig að ég get fært það aftar en mig langar til, þannig að það er komið miklu meira pláss hérna núna. Svo eru bara lesljós hérna, þannig að ég get verið annarkvort með iPadin eða jafnvel svona gamaldags bók sem maður flettir til þess að lesa á langferðum. Það er bara geggjað að sitta hérna. Svo maður vill ekki láta aðdáðan trufla sig. Ef maður er að keyra niður Laugaveginn þá bara loka maður gardínunni. Hér er miðstöð og maður getur stillt blásturinn hérna aftur í, maður getur hlaðið hérna er USB og hleðsluport fyrir síman og svo er hérna innstunga ef þú vilt setja hárblásarann eða eitthvað í samband hérna og svo er þetta að stilla hittan alveg sem maður vil. Þetta er bara alveg fullkomið kerfi hér.
og hérna sýnist mér vera hægt að setja, já, það er hít í sætum í natúr í. Það er ekki ammalegt. Já, það kemur mjög vel út og mjög þægilegt að sitja hérna og það getur maður hort á bjartan stjörnuhiminn, sé verið þannig í gegnum þetta flotta panoramaþak. Það er líka hægt að draga fyrir það og það er sóllúa hérna sem að hægt er að opna á marga vegu. Þannig að já, þetta er glæsileg kerra, þessi Ford Explorer plug-in hybrid árið 2020. Jæja, þá sest maður hérna fram í. Hurðirnar opnast alveg sérlega vel í þessum bíl. Það er alveg gríðarlega góð opnun og þú sest beint inn í bílinn, ekki ofan í hann eins og svo marga bíla. Það eru til dæmis minni í sætunum, þannig að stýrið og sæti fyrir þá stöðu sem að hentar mér. Nú ef að til dæmis eru fleiri en ég að nota bílinn og þá geta þeir haft sína stillingar hérna tilbúnar. Fótaplássi hérna er alveg pottþétt. Maður situr mjög, það eru óbúslega þægileg sæti í bílnum. Þau láta ekki mikið yfir sér en þau eru mjög þægileg og það er alveg geggja í þessum bíl er nudd í sætunum og það er, þú getur hitta sætið upp, þú getur kælt það niður, þú getur fengið loft upp með lærunum og rassinum og bakinu og það er mjög þægilegt ef maður er að keyra lengi og maður er orðinn þreyttur að þá getur maður aðeins hreyft hérna bakhlutan á því með því að láta koma nudd í sætið og svo er hægt að láta koma svona ferskan hérna loftstraum upp til þess að mýkja mann upp og hérna láta mann líða betur á löngum ferðum. Nú hérna er allt innan seilingar, það er þessi flotti skjár hérna sem er svona nánast eins og iPad fyrir framan okkur. Hérna er hérna skiptingin, hérna eru aksturstillingar og stillingar á rafhlöðu. Hérna er hérna aðstofan við að leggja í stæði og hérna erum við með takka sem þú ýtir bara á og þetta er hill holder. Þetta er í raun og veru þannig að þú keyrir bílinn og það er kannski að stoppa í brekku á ljósum eða eitthvað slíkt. Þá bara tekuru fótinn af bensíngjöfinni og bílinn er kyrrstæður. Þannig að þú ýtir aftur á fótheimilinn. Nei, fótstigið fyrir ekki, orkugjöfina. En sjá hérna settingsið. Það er náttúrulega að tengja Apple CarPlay og Android Auto hérna við þetta. Þannig að við förum aðeins í stillingarnar á þessu svo driver assistance hérna. Það er skinvætt hérna grús á honum. Finnst þér hann lengi að svara, skjárinn? Nei, hann er svolítið snappi. Ok. Hérna er þetta sem sagt stillað á bara normal og þá er það eins og bara venjulegt cruise control þar sem að hann skynjar ekkert umferðina fyrir framan sig eða neitt slíkt. Svo er þetta að setja á adaptive. Hvernig virkar það? Það er hérna Skinvætt. Já, þá virkar það þannig að hann heldur umferðinni. Hann heldur hérna bílinn á milli bílsins fyrir framan. Og svo er þetta að stilla á intelligent og þá lesa hann umferðarskiltin og heldur þeim hraða sem er löglegur hverju sinni. Ef ykkur fer í vegg fyrir bílinn þá getur látið hann hemla og getur stillt hann þannig að hann er með sjálfvirka hemlun. Ok, svo ertu með þetta blís hérna, það er hérna blindhornaskynjarinn. Já, blindhornaskynjarinn og sem sagt hlíðar árekstrarvörnin og það er líka trailer blís, þannig að það er skynjun á því út með eftirvagn líka. Trailer sway control, hann hjálpar þér að bakka með hestakjöruna eða eitthvað slíkt. Hérna er cross traffic alert, það er að segja að hann skynjar umferð, sem sagt hann er með hlíðarvörn. Já, úr öðrum áttum. Já, og það er líka að lætur vita ef þú ert og tekur fram fyrir hendurnar að þú hérna ert að bakka, þannig að þú getur látað hann bremsa það ekki. Jú. Svo býður hann upp á kaffi líka í lokin. Já, það var stór sifjaður. Já, þá kemur hérna aðvörun í mælaborðið. Hei, slaka aðeins á og stoppa hann og fá þér kaffibolla. Tala að það er Bang & Olufsen
systemi þessu. Það sem er flott við hann bíl, Gulli, það er allt í honum. Já, það er allt til alls. Þú veist, nú hafa gagnrýnendur verið að tala um það að það sé jafnvel, hann sé eitthvað hastur og svona, og það var nú kannski eitthvað sem að var á hraðbraut að keyra hann. Hvað finnst þér? Nú hefur við verið að keyra hann á bíl síðan í gær og... Já, mér finnst hann taka hraðahindrunum mjög vel, Já. bílinn, og hann er ekkert hastur, finnst mér allan á því, sko. Nei, hann er frekar að sé svona mjúk, dempun í honum. Já. Af því þetta er svo stór bíl. Nákvæmlega. Að þú finnur nánast ekkert fyrir því að keyra við hraðahindrun eða eitthvað svoleiðis. Hvað er hann ekki 2,2 tonn eða svoleiðis? Já, hann er eitthvað stað þar. Já. Og hann er með dráttargetu upp á 2,5 tonn þessi bíl. Já. Sem er heldur mikið. Já, ég ætla að fara aðeins yfir það hvernig hraðastillirinn, skinnvætti hraðastillirinn virkar. Við ítum hérna á þennan takka. Við erum núna á Reykjanesbrautinni og ég íti hérna á skinnvætta hraðastillirinn og ég kveiki á honum og ég set hann á 100. Ég er reyndar 10 km fyrir ofan leyfilegan hámarkshraða, en nú er hann kominn á þetta skinnvættan hraðastilli sem þýðir það að ef að kemur bíll fyrir fram á mig þá heldur hann ákveðnu bili á milli bílana og ég get stillt það hér með því að velja lengdina á milli bílana og ég hef 4 möguleika á því að velja lengd á milli bíla og þá get ég bara ekið og ég þarf ekki að hafa áhyggjur af bílnum fyrir framan að ég fari aftan á hann því að hann dregur úr hraðanum með við hraða bílsins fyrir framan og hann dregur þannig úr hraðanum að hann stöðvar alveg jafnvel á ljósum og tekur af stað aftur þegar umferðin fer af stað. Nú síðan er akreinarstýring sem gerir að verkum að ef ég íti á þennan hérna takka að þá heldur, sjáu þið, bíllinn sig inn á miðri akreininni og ég get alveg sýnt ykkur að ef ég fer hérna aðeins út í akreinina skiptinguna hérna, línurnar að þið sjá að hann heldur alveg stefnunni og hann basically stýrir fyrir mig þannig að það er ákaflega stutt í það að þetta fara að verða algjörlega sjálfvirkt eins og við sjáum með þessu, þetta er komið í marga bíla í dag. Nú ég get slökkt á þessari akreina aðstóð og þá er hann bara með sendur með tilkynningu upp í stýrið með titringi eða hljóðmerki að ég sé komin og nálagt miðlínunni. Við sjáum að þá lætur hann mig vita í mælaborðinu með merkjum hérna að ég sé og nálægt miðlínu beðum að fara aftur tilbaka og þetta græna ljós hérna sem að bíllinn er í miðjunni á akreininni það sýnir mér að akreina aðstofan er að kveikt á henni. Þetta er sniðugur búnaður og mjög hjálplegur maður er að keyra og í strjálbíli og vill fá aðstoð og smá öryggistilfinningu, þá er þetta mjög þægilegt.